Brjóstakrabbamein. Brjóstakrabbamein, orsakir, einkenni, greiningu og meðferð. Brjóstakrabbamein er algengasta krabbameinið hjá íslenskum konum og greinast 200 konur árlega. Lífshorfur eru góðar og fara stöðugt batnandi. Karlmenn geta líka fengið brjóstakrabbamein en 1 karl greinist á móti hverjum 100 konum. Brjóstakrabbamein er eitt fárra krabbameina sem hægt er að greina á byrjunarstigum með skipulegri leit. Konur á ákveðnum aldri fá boðum að mæta á 2 ára fresti í brjóstamynd. Þrátt fyrir að leitin bjargi mannslífum er talið að 6,5% þeirra sem greinast séu með svokallað sofandi krabbamein sem þýðir að það hefði ekki valdið þeim neinum skaða. Brjóstið er samsett úr kirtilvef sem er umvafinn fitu og bandvef. Kirtilvefurinn inniheldur kirtilfrumur sem framleiða mjólk og gangakerfi sem flytur mjólkina og endar í gervöftunni. Algengast er að brjóstakrabbamein myndist í mjólkurgöngum en það getur einnig myndast í mjólkurkirtlum og það geta liðið mörg ár frá því að krabbameinsfrumur myndast og þar til hnútur greinist. Góðkynja hnútar eru mjög algengir en þeir myndast oftast í fituvef eða bandvef þótt þeir geti einnig myndast út frá kirtilvef. Hverjar eru orsakir brjóstakrabbameins? Tíðni sjúkdómsins eykst samhliða hækkandi aldri. Meðalaldur við greiningu er 62 ár en 10 konur greinast árlega undir 40. Yfir 80% kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein eiga ekki nákomin ættingja sem greinst hefur með sjúkdóminn. Af þeim sem greinast með brjóstakrabbamein eru 7% kvenna og 40% karla með stökkbreytingu í BRCA2 geni. Því fleiri nákomnir ættingjar og því yngri sem þeir eru við greiningu sjúkdómsins, því meiri líkur eru á að einstaklingurinn beri með sér meðfædda stökkbreytingu. Einnig getur aukin áhætta innan fjölskyldu skýrst af sameiginlegum umhverfisþáttum sem auka líkur á sjúkdómnum. Hægt er að leita upplýsinga hjá erfðaráðgjöf Landspítalans í síma 543 50 70 og 543 50 32 eða með því að senda tölvupóst á esd@landspitali.is. Kvenhormón eiga þátt í myndun sjúkdómsins og því lengur sem kvenlíkaminn er útsettur fyrir þeim, því meiri er hættan. Hár aldur við fæðingu fyrsta barns, að byrja ung á blæðingum og fara á tíðahvörf eftir 50 eykur áhættu. Einnig getur langvarandi notkun getnaðarvarnarpillu og tíðahvarfahormóna aukið áhættu. Acetaldehýð, sem er megin niðurbrotsefni alkóhóls í áfengi, er þekkt krabbameinsvaldandi efni. Því meira sem drukkið er af áfengi, því meiri er áhættan. Engin örugg neðri mörk eru fyrir magn af áfengi sem neytt er. Vaktavinna sem felur í sér röskun á lífklukku og svefni er líklegur áhættu þáttur brjóstakrabbameins. Fituvefur framleiðir kvenhormón eftir tíðahvörf, því eykur ofþyngd hættu á sjúkdómnum hjá þeim konum sem komnar eru yfir breytingaskeiðið. Reglubundin hreyfing getur minnkað líkur á brjóstakrabbameini hjá konum á öllum aldri. Miðað er við að hreyfing feli í sér miðlungsæfingar og upp í erfiðar í 30 til 60 mínútur í senn að minnstakosti 3 daga vikunnar. Þó svo að ýmsir þættir auki líkur á brjóstakrabbameini, þá er yfirleitt ekki hægt að benda á neitt stakan þátt sem orsakar sjúkdóminn. Yfirleitt þarf samspil margra þátta sem margir hverjir eru óþekktir. Fólk sem er hraust og lifir heilbrigðu lífi getur þannig einnig greinst með brjóstakrabbamein. Hver eru einkenni brjóstakrabbameins? Algengasta einkennið er hnútur eða fyrirferð í brjósti, oft harður og þéttur. Í flestum tilfellum er hnúturinn eymslalaus og finnst fyrir tilviljun eða við sjálfskoðun brjósta. Góðkynja hnútar eru einnig algengir, þeir afmarkast oft vel og eru oft hreyfanlegir undir fingrum. Einhverjar konur greinast með stækkun á eitlum í handarkrika en algengt er að litlir eðlilegir eitlar finnist hjá grannholda konum. Önnur einkenni geta verið inndráttur á húð eða geirvörtu. Ef geirvarta hefur verið inndregin frá kynþroska er það eðlilegt ástand. Geirvörtur geta einnig dregist inn vegna aldurstengdra breytinga. Exemkendar breytingar á brjóstvörtu, sár sem ekki grær eða glær eða jafnvel blóðug útferð úr geirvörtu getur einnig verið merki sjúkdóminn. Brún, gul og græn útferð er saklaus. Sjaldgæfari einkenni eru roði, bólga, sýking eða bjúgkennd húð sem hefur áferð líkt og appelsínubörkur. Einstöku sinnum geta verkir verið fyrsta einkenni brjóstakrabbameins en þá getur einnig verið tilviljun að ræða.
Verkir og eymsli í brjóstum eru mjög algeng og eru langoftast af saklausum toga. Hafir þú einhver áðurtalin að einkenna eða grunur vaknar krabbamein, ættirðu að fara til læknis til að fá skoðun. Athugið þó sérstaklega að þessi einkenni þurfa ekki að vera af völdum krabbameins. Hvernig er brjóstakrabbamein greint? Ef grunur leikur á að brjóstakrabbamein sé til staðar, þá byrjar læknir á að þreifa brjóstin. Síðan eru teknar brjóstamyndir og gerð ómskoðun. Stundum er segulómskoðun bætt við. Ef hnútur eða kalkanir greinast við þessar rannsóknir, er tekið frumusýni úr hnútnum. Eftir að meinafræðingur hefur skoðað frumurnar í smásjá, er fyrst hægt að staðfesta brjóstakrabbamein. Ef krabbamein hefur verið greint og staðfest, metur læknir hvaða meðferð á best við í samráði við sjúkling. Hverjir eru meðferðarmöguleikarnir? Sú meðferð sem valin er fer eftir aldri, almennu heilsufari, stærð æxlis, hvort meinið hefur dreift sér og hvort hormónaviðtakar eða svonefndir HER2 viðtakar eru til staðar. Þegar allar þessar upplýsingar liggja fyrir, getur læknirinn fyrst sagt hvaða meðferð á best við. Oftast felur meðferð í sér skurðaðgerð þar sem hluti af brjóstinu er fjarlægður með fleikskurði eða allt brjóstið með brjóstnámi. Einnig eru teknir eitlar úr handarkrika til að meta dreifingu sjúkdómsins. 90% sjúklinga fá einnig aðra meðferð sem minnkar líkurnar á að sjúkdómurinn taki sig upp aftur. Geislameðferð, frumudrepandi krabbameinslyf, cytostatika, and-HER2-lyf eða and-estrogenlyf eftir því sem við á. Brjóstakrabbamein getur dreift sér með sogæðum til eitla eða með blóði til annarra líffæra. Ef brjóstakrabbamein er útbreitt við greiningu, þá eru mismunandi meðferðir í boði sem hafa gefið góðan árangur. Eftir brjóstnám eða stóran fleikskurð er hægt að hugleiða að láta byggja brjóstið upp. Við uppbyggingu er brjóstið endurskapað með brjóstapúða, eigin vöðva eða samsetningu úr þessu tvennu. Sú ákvörðun sem tekin er meðferð er alltaf samkomulag milli læknis og þess sem greinist. Líkur á lækningu eru mjög góðar hjá þeim sem greinast með brjóstakrabbamein og eru 90% á lífi 5 árum frá greiningu sem er með því besta í heiminum. Þú getur nálgast ítarlegri fræðslu á krabb.is.